Já, þú ert þessu leikmaður umferðarinnar í Mjólkurbikarnum, frábær leikur á móti Víkingum, hvernig fannst þér hann? Miðasleikurinn bara mjög góður. Við spilum hann rosalega vel, komum með gott leikplan í leikinn og það gekk bara upp. Duttum aðeins niður hérna í seinni hálfleik. Aldrei einhver hætta en bara þetta var rosalega skemmtilegur leikur fyrir áhorfendur líka. Frammistaða þín í leiknum hlýtur að vera skemmtilegt að eiga svona leik bara persónulega. Já, ég er nú ekki örugglega fyrsta þrenna mín. Þú veist ekki alveg, jú, ég held það. Og líka á, þú veist, fyrir hálfleik, þetta var mjög góð leikur, fyrir hálfleikurinn geggjaður og þetta bara einhvern veginn datt með mér og liðið var allt geggjað og ég var að fá geggjaðar sendingar og þannig að þetta var svona svoleiðis leikur. Akkur heldur og náðu að skora þrenni í þessum leik? Ég veit, boltinn dettur fyrir mig í fyrsta markinu, Keiti með geggjaðar sendingu í öðru markinu og svo var þetta eitthvað klass í þriðja, maður bara einhvern veginn að detta fyrir mig og ég hitt á rammann. Það var svona frekar stór leikur, þessum tímapunkti í bikarnum mæta Víkingum, það eru líka bara bikarlið að virkilega sterkt að ná í þennan sigur. Já, við vorum búin að spila við þær, 2 vikum undan eða eitthvað svoleiðis, ekki nógu góð leikur, vinnum hann 1-0, það bara geggja að koma og setja 6 mörk í leik og bikarkeppnin er allt skemmtileg. Hvernig er að spila í svona leik sem er svona mikið skora 9 marka leik? Það er skemmtilegt, það er skemmtilegt þegar staðan er 5-0, svo dettur þetta alls niður og þá verður maður svona smá stressaður en 6 mörk í leik, það mætti verða þannig alltaf. Og virkilega ljúft að komast áfram eins og sagði áðan. Já, það er mjög skemmtilegt, við viljum fara alla leið í þessari keppni og þetta er mjög skemmtileg keppni og það er alltaf bara einn leikur í einu og við höldum bara áfram. Nú fyrsta tímabilinu eftir þú kemur heim aftur, hvernig er bara búið að vera í Þrótti? Það er búið að vera geggjað sko, ég er mjög ánægð og hópurinn geggjaður, þjálfarnir frábærir, allt í kringum liðið upp á 10 skilur, þetta er að vera að taka liðið upp á næsta stig, metnaðurinn er mikill í kringum allt og þetta lítur bara mjög vel út. Gaman að spila fyrir Óla Kristjáns? Já, það er mjög gaman. Með Keiti Cossins við hliðina þér á miðjunni, hún er svakalega góður leikmaður, hvernig er bara að spila með henni? Það er geggjað, ég hef náttúrulega bara spilað á mótinni þegar ég var heima, þegar var hún í Þrótti og svo fyrir hún í Val þegar ég fyrir út og mér var skeggjað þegar það kom í ljós að hún kem til okkar og það er bara geðveikt að fá að spila með þessum leikmanni. Bara hörku byrjun á tímabilinu hjá okkur, voru þetta eitthvað sem svona, þið voru að búast við fyrir tímabilinu að það myndi byrja svona vel? Við vorum búin að vera að spila vel fyrir mót í undirbúningsmótunum og við vorum bara með gott plan, þú veist það er góð stígandi, við erum búin að vera að stíga upp alla leiki, þú veist alltaf betra og betra, þannig já, þú veist þetta kemur okkur ekkert á óvart þannig, við bara ætluðum okkur þetta og það er að ganga upp. Sér vantilega ekkert eftir því að koma heim í Þrótt núna? Nei, alls ekki, ég sé alls ekkert eftir því. Hvernig var bara að koma heim úr atvinnumennsku, var þetta erfið ákvörðun að taka að koma aftur heim? Nei, hún var í rauninni ekki erfið, ekki þegar ég var búin að, þú veist, hugsa þetta mikið skilur það lá svolítið á mér úti í smá tíma en leið ég var búin að taka ákvörðun að koma þá bara, þú veist, tók ég það ákvörðun, kom heim og það búið að vera geggja síðan. Ekki leiðilegt að veðrið er svona eins og það er í dag? Nei, þetta er betra veður hér heldur en í Svíþjóð, ég er búin að tala við stelpunnar í dag úti, það er miklu betra veður hér í dag en þar, þannig ég er bara glöð. Og svo bara í lokin, hver er bara markmiðin fyrir sumarið, bara í bæði deild og bikar? Við ætlum alla leið í bikarnum og við ætlum klárlega að vera í þessari toppbaráttu í deildinni og okkur langar bara að vera þarna efst og taka hátt sæti í deildinni. Klárlega með lið til þess að gera góð hluti í sumar? Já, við erum með það og við þurfum bara að halda áfram og halda heilum og æfa vel og halda planið, þá mun þetta ganga vel. Það verður svo ganga vel.